Heyra þau ekki þegar verið að lesa hennu upp, útsendinguna? Þurfum við að kynna á upp? Heyrist þetta ekki í útsendinguna? Eða ekki? Þetta bara í lagi? Ætlar ekki svona komið í sæl? Segir ekki svona komið í sæl og velkomin í... Þetta byrja? Já, ég held að. Komið í sæl og verið velkomin að leik Akureyri og FH í 6. úrslitum í Coca-Cola bikarnum. Það er ég, Brynjar og Sigþór Árni með ykkur. Við ætlum að lýsa þessu leik. Síðasti leikur á milli þessara liða í deildinni fór í jafntefli 24-24 og það má búast við æðis spennandi leikinn í dag. Á ég ekki að heyra það sem þú ert að segja? Eins og sést líka á liði Akureyrar þá er einhverjir nýju leikmenn hérna sem hafa verið að spila undanfarna leiki eftir mikil meiðsli í okkar herbúðum. En Strópur sem dottinn út og það eru Sigþór litli sem er kominn inn og síðan er Daði líka hann að Daði Jónsson, hann er búinn að vera með ungmennaliðin á fullu. Það er ekkert einhverjir fleiri mættir. Það er ekki fleiri komnir. Það væri bara eftir veðri og eitthvað sko. Það sem breytist líka frá síðustu viðureign þessara liða er að Ísak er kominn alveg á fullt núna hjá FH. Sem Ásbjörn. Já, Ásbjörn, hann er líka hérna, já. Þannig að FH er með. Þeir ættu að vera með sitt sterkasta lið eins og er. Spurning hvað Ási getur beitt sér mikið. Já, maður var búinn að heyra að hann væri byrjaður allan að taka þátt í æfingum og svona, en mér sýnist hann ekki ætla að byrja inn á í það minnsta. Nei, það verður spennandi að sjá hvað hann spilar hérna í dag og hvort hann gerir það. Já. Það verður líka spennandi að sjá hvort Akureyrar bregða að ráða að byrja með Andra Snæ Stálmús á miðjunni eða hvað þeir geri. Það sýnist ekki. Nei. Sýnist Patrik að byrja á miðjunni og Róbert í skyttunni. Já, Robby byrjaði sóknina. En fyrir þetta að Robby er kominn í skyttuna og virðist þetta að vera eðlilegt byrjunarliðina hjá Akureyringunum. Vel gert. Og Róbert með fyrsta mark leiksins, glæsilegur hana. Gísli lappar í gegn. Hart tekið á því. Það er beint í 2 mínúturnar. Já. Þetta er að sjálfsögðu bakgrindingarna sem að Daði er með, en hann er að, mér finnst hann sleppa honum og Robby kemur og klárar þetta brot. Á, ekki komið mínúta, ekki 1 gula spjald. Mér finnst þetta svolítið harður dómur. Já. En... Og þeir ákveða þetta með fríkast. Já. Þetta er magnað. Já, þetta, já.
Og FH að spila með 2 línumenn. Þetta er Já, þeir eru ekki vanlega að að spila hérna 4-2. Og glæsilega var hjá Tómas. Tómas Ólafsson, hann að vera mjög góður í vetur. Þannig að bestu markurinn deildarinnar. Það er líka spurning, hann er búinn að stíga svakalega upp eftir hann hefði komið úr meiðslum. Já. Og aftur á leiðins. Og nú skora Arnar. Þá skipti Patrik við Tómas. Akureyringar spila jafnmargir í sókn. Róbert kemur á miðuna. Boltinn eitthvað sleipur í byrjun leiks. Hart tekja á mönnum hérna í FH-vörninni. Hendi komin upp. Myndi. Öggakast. Hann stilla Akureyringar upp fyrir Róbert. Sem eflaust að dúndra þess inn. Hann gerir það. Hann er glæsilegt. Glæsilegt skot til Róbert. Þetta er Robbi aftur. Drengurinn er aldrei að stíga upp hérna fyrstu mínútunar. Og vel spilað FH Og með að Tómas. sjálfsögðu Tómas Ólafsson. Þeir eru að ná að halda þessu ótrúlega þéttu og Tómas stendur eins og klettur á bakvið á. Glæsileg vörn. Fyrir stekkur á boltan. Með öll sín 120 kg á bakkinu. Höndi komin upp. Ég veit ekki hvort þið telja eina sendingu búna eða hvað er hafi. Og þriðja. Þetta er fótur. Akureyri vinnur boltan, léleg sending niður í hornið. Það er vissi góð vörn, hann náði pússinu, hann er sendingi var erfið fyrir vikið. Það er rétt. Akureyringar er virkilega þéttir núna fyrstu mínúturnar. Já, byrja leikinn flott í vörninni. Simonsson. Og fyrir gegn og skorar, hann fór illa með markmenn Akureyri í síðasta leik. Hvort hann hafa verið með einhver 7-8 mörk. Það er tekið rosalega hart á Friðrik hann inn á línunni eins og venjulega, en dómararnir virðast sjaldnast vilja taka eftir í. Það missi boltan, Patti. Það fær eitthvað brunnu upp. Koma rætt á.
guðspjald á myndi. Já. Akureyringar snöggir tilbaka, ná að stoppa hraðahlaupið. Ég hef náttúrulega vítakast á þetta. Með að línuna sem þeir eru að setja hérna hinum meginn snemma leiks. Dæma 2 mínútur eftir mjög svipa brot. En enda á því að gefa honum aukakast. Þeir svo sem gáfu bara aukakasti þar líka. Já, það er rétt. Hann fekk ekki víti fyrir þann dóm. Þannig að Þetta er frekar þungur bolti sem Akureyringar er að spila hérna í byrjun. Já, vantar smá flæði og Þannig að gott mat. Það skýtur Patibári skorar. Settar hann í klofi Ágústi, vel skotið. Róbert nælir sér þarna í gult spjald. Ekki sitt fyrsta á ferlinum. Hanna tókst Akureyringunum FH að keyra í bakið á Akureyringunum sem er alltaf með skiptinguna varnarlega. Það losnaði allt upp á línunni og með marki fyrir FH. Og vörðin tekur þetta. Ég veit ekki alveg hvað Ágúst var að gera. Og Frikki, hann klárar þetta. Sjálfsögðu. Það kann vel við sig þannig fyrir utan í hálfgerði skiptustöðu. Já, ég vil meina sem er 100% nýtingu fyrir utan punktalínuna á ferlinum. Við erum reyndar ekki sammála því en það má bara halda í áran drengurinn. Sigur drengurinn. Já. Nei. Þetta var allt auðvelt. Jóhann skorar. Já, Patrik með skot í slá, óheppinn hana. FH ekki að brunna fram. Mikið plásum myndi endur með. Flott vörn hjá Akureyringum. Vel afgreitt hjá honum. Skemmtilegt að sjá Daða hérna inn í hjarta varnarina þegar hann er ekki hærri en það sem hann er. Nei, hann vinnur það bara upp með baráttuglöðu og vilja. Gríðarlega ákveðið drengurinn. Hann er akkurat það sem vill gerast þegar þú ert með ekki hærri mann en þetta í miðvarastöðu. Það er leif engar hindingar í þetta. En Daði er þá komið 2-2 á fyrstu 10 mínútum. Hann er komið 2-2 eftir 10 mínútna leik. Það er ekki gott fyrir Akureyringa. Það sem hann spilaði stóra rullu núna bara síðasta leik, varnarlega séð. Já. Ási mættur á punktinn. Hann afgreiðir þetta þægilega.
klobbar Tómas. Aukakast dæmt. Það voru mikið einstaklingsframtökum. Já, þetta er það. Lítið flæði og það sem ég er að meina með þessu þunga bolta hjá Akureyringum. Og þegar hann að við erum að reyna að vinna stöður upp og gjörsamlega engu. Enginn í markinu. Og FH komið með forystuna í þessum leik. Var þetta Óðinn sem sett hann hana? Já. Chip á hann í uppmarki. Hvað segirðu? Akureyringar virðist allir að reyna að hraða boltanum sem þeir að spila hans. Arnór kominn inn á. Þeir halda áfram mjúkja hreyfingum og klippingum. Ellefu. Jóhann að fá gult spjald. Ágúst er í grípur hennan. Kristján Duglegur er kominn. Nei, hann skilar þessu inn, Óðinn. Kristján hefði mátt vera grimmari og æða í brotið þannig í staðinn fyrir að leyfa honum að fá skotið. Já, þetta er gríðarlega stórt og gott vopn sem F-fangar hafa. Akureyringar taka leiklið núna eftir að F-fangarnir komin 2 mörkum yfir. Núna síðustu 2 mörk F-fangar, þau skapast einfallega af sóknarmistökum hjá Akureyringum. Við erum að glata boltanum illa. Það fyrir með þessi markaskorun. Það er Óðinn Þór í FH komið 3 mörk. Markahæstur í sínu liði. Ásbjörn með 1, Jóhann Karl 1, Jóhann Birgi með 1 og Arnar Freyr Ársælsson sem 1. Hjá heimamönnum er Róbert komið 3 mörk. Friðrik Sáðarsson 1 og Patrekur Stefánsson 1. Tómas er komið 3 mörk, vanið skot í markinu. Ágúst Eli komið 2. Já. Akureyri spila Kæró. Patrik hefst ekki neitt. Þeir eru búin að bregða á að Arnór er núna kominn á miðuna svo það ætti að aukast tempóið aðeins.
Þeir virðast vera að leggja þetta þannig upp að þeir vilja fá Patrik hérna í gegnum miðjusvæði. Þeir að reyna einangraðar. Kemur myndið, hann grípur aftur. Þetta er þriðja skotið sem hann grípur í kvöld. Óðinn er ösku fljótur fram. Þeir eru að ná rosalega vel saman Ágúst og Óðinn. Það virðist bara leið og Ágúst er komið með boltan. Það fyrsta sem hann gerir það er að athuga hvort Óðinn sé ekki kominn hann fram. Það neglir nánast saman eins og nú rétt á hann. Það voru 2 Akureyringar í raskatinu á Óðinn en það er samt næst boltanum. Þannig myndi ég segja að dómarinn sé að flauta allt of snemma. Mikil barátt boltan en þeir dæma ekki neitt. Það virðist allt vera að sjóða upp úr hérna. Akureyringar vilja fá rauðninginn en dómarar leiksins segja að Andri Snær hafi veitt Einar í bakhrindingu svo hann hafi endað á Patriki. Og eru virkilega ósáttir eftir að boltinn var hrifsaður af Arnóri. Nú eru öllu líkindum komnir ykkur að minnst að kosti 5 mínútur frá síðasta marki Akureyringa. Og línan galopin. Tómas hirðir þetta. Hann heldur Akureyringum á floti. Patrik með hörkuskota utan. Skilur honum inn. Tómas kominn í gang í markinu með 2 bolta í röð núna, lokað á Óðinn loksins. Akureyringar koma á ferð. Þannig að Róbert maður mátt stökk upp og hamra þessa marki. Hann var að fara að nýta þessa hæð sem hann hefur. Nú verið Sverrir búinn að leggja Arnóri línuna fyrir hvað þjálfara liðsins vilja sjá sóknarlega. Þeir vonandi ná að skila þessu inn. Já, síðan þetta að spila Kæró. En hann verður bættið bara í gegn. Þetta er allt auðvelt. Einföld rykking og opnast allt. Það er rosalega opið fyrir línumennina hjá F-áingunum. Já, Akureyringar verða ná að lokka á þetta. Það er ekki búið að koma mörg skot utan af velli. Það er rétt, og frekar að neyða á í þau skot. Tómas er að standa vel á hann á bakvið þau færi sem hann á að taka. Hann er að taka þau. Já. Aftur á móti eru F-áingunum að standa vörnina það vel og þeir eru að neyða Akureyringana í skoti fyrir utan. Við erum ekki að komast fram í það, við erum að tapa baráttunum maður og mann. Já. Tekja mynda brott í svona Einar fyrir peysutók. Þeir loksins virðast vera að viðurkenna að það sé rifið í Friðrikinn á línunni. Já.
Þetta eru fyrstu 2 mínútur sem að F-fóðingarnir fá á sig í þessum leik. Það er Einar. Já. Virkilega smekkleg varsla á Ágústi þarna. Já, mjög vel varið. En gott skot enga síður, ná honum niður í fjæðir en. Já, hann splittar og nær honum með, þetta er mjög vel varið. Já. F-fáingar að spila með aukamannin inni. Og enn og aftur losnar á línuna. Og það líka engin smá afgreiðsla hjá honum. Jóhanni Karl. En F-fá að spila þetta svipaði svo önnur lið í deildinni að þegar þau fá á sig 2 mínútuna þá hleypur markmaðurinn út af og auka sóknarmaðurinn kemur inn. Svo að sóknin er ennþá 6-6. Já. Þeir einhvern veginn bara vilja ekki dæma vítin í dag. Nei. Þeir virðast alltaf standa fast á því að ef broti hefst fyrir utan teginn þá muni þeir ekki dæma vítakasti. Róbert að fá tiltal svo að gæti styst í næstu 2 mínútur. Þeir sættast eftir þetta. Já, og hvað dæmir hann? Hann dæmir 2 mínútur á þetta brot. Já, þetta er rétt. Það má ekki standa baki mannin og það er rétt. Hann kemur akkurat líka inn í hliðin á honum. Já. Þetta er leikmaður 15, Halldór Ingi. Jú. Kom inn á fyrir Einar þegar hann fikk 2. Óðinn fór í skiptina. Það er akkur eitthvað 2 fleiri í 10 sekundur viðbót. Það verður spennandi að sjá hvað þeir gera. Þeir stimpla fyrir Krissa í horninu og Ágúst ver þetta. Boltinn fyrir eins og er beint upp í loft svo að þeir dæma innkastið. Og F-fáingar fá sinn 7. mann inn á. Akureyringar var nýja sókn. Nú stilla þeir væntanlega upp. Já, kemur í flens. Niður í hornið. Andri Snær inn, hann skilar þessu inn. Já, mjög vel klárað hjá Andri Snær. Andri Snær með fyrsta marksitt í þessum leik. Stifla sér rækilega inn. Andri Snær búinn að vera gríðarlega góður fyrir Akureyri síðustu leikjum. Alveg frábær. F-fáingar halda áfram að senda Ágúst út af og fá auka sóknarmannin inn. Þeir stilla hér upp í Kaíró. Hann Einar fyrir inn og leggur hann þægilega yfir höfuð á Tómas sem ætti nú ekki að teljast auðvelt. Akureyringar brunni sókn og skora. Vel spila. Gríðarlega vel útvært raflöp. Róbert að eiga frábæran leik. Hann hefur ekki komið mikið við sögu sóknarlega í vetur en hann er að skila þessu svakalega vel af sér. Já, við erum búin að standa þessu vel í dag. Komið 4 mörk ekki.
Friðrik sér þetta, dettur niður. Höndi komin upp, 2 sendingar. Mjög lítið brotan á ferðinni. Frábærlega klárað. Hann skilar þessu inn. Byrju, fór þetta inn eða? Já. Var þetta ekki slanna? Ha? Var þetta ekki slanna? Nei, hann tók þetta eftir gólfinu fyrir og bobbar yfir fótinn á Tómasi sem voru múin að splitta. Já. Og fer inn boltinn. Einar með annað marksitt í leiknum. Kristján upp og skilar þessu þægilega inn. Ótrúlega flinkur en Kristján, frábær hornamaður. En getur líka komið svona fyrir utan, nýtt hæð sína og stökkræftin. Já, svo má ekki gleyma minnasta hárið á honum. Nei. Glæsilegt permanent. Þetta hefur verið ævilangur draumur hjá honum að fá þessa krullur aftur. Og hann lét loksins verða það nú fyrir nokkrum vikum. Nýr maður. Það er að fá ykkur í sókn. Þetta er bara leikarskapur, ekkert annað. Nei. Þeir falla í þessa leiðilegu gryfju. Dæma 2 mínútur. Róbert var aldrei nálægt andlitstan á honum. Þó að Róbert neyti nú yfirleitt öllum 2 mínútur sem eru dæmdar á hann, þá hefur hann nú rétt fyrir sér þetta skiptið. Já. Það 7 mínútur eftir á fyrir hálfleik, staðan 12-10, FH í vil. Akureyringar einum færri. Já, vel spilað FH-ingum. Einu fleiri. Tómas fer út af og Arnór kemur inn á miðjuna, eða hann kemur víst í skyttuna. Patrikur stillir þá upp sókninni. Gefa sér ágætis tíma í þetta. Arnór verður að koma nær vörninni ef hann ætlar að fara í þessa árás. Hvað? Það skulle dæma þegar leikmaðurinn er komin í gegn. Þetta er virkilega sérstök ákvörðun hjá dómaranum. Já, hann var komin í gegn og flaut hann á línuna. Orðinn hnoð hjá Akureyringunum. Hendi komin upp. Myndi sækir á. Nú verða þeir að stilla ykkur upp. Myndi upp. Hann skilar sig inn að vörnin og inn í rammann. Það er heppnina með sér hana. Myndi með fyrsta mark sitt í leiknum. Já, Akureyringar þurfa að fá meira í gang. Hann búið að vera frábær í síðustu leikjum. Mikilvægt að hann fara að gefa sér. Sömuleiðis Krissi er búinn að vera mjög öflugur. En við erum einungis komið 2 mörk af hægri vængnum. Já. En að venju þá er hægri vængurinn hjá FH-ingum að gefa vel. Og er komið 5 mörk og eina komið 3 mörk. Það gerir 8 mörk af 14. Já. Það er meira en helmingurinn. Nú er Arnþór að koma inn á í fyrsta skipti. Hann leysir Friðrik af á línunni.
Já. Myndi hættur að viplast. Hann dúndraði þessu bara stökkinn inn. Hann hefur séð að það hefur vantað eitthvað aðeins upp á og hann hefur ákveðið að mæta. En þá er 2 marka munur, FH í vil, 14-12. Þeir ætla að ná að standa þessum vörn, höndin er komin upp, hann fer inn á línuna, enn og aftur. Hvernig ratar þessi sending í gegn? Þetta er alveg ótrúlega vel gert hjá þeim. Já, það er mjög Ágúst Stefán er með 2 menn í sér, en rekur höndina bara upp í loft og fær þar knöttin yfir alla hina. Já, glæsilega gert hjá Patrik. Tekur hoppfintuna góðu, hún klikkar aldrei. Hann Binni þekkir hana á. Ég vil segja hann hafi verið með námskeið á hann meittist í hnénu. Það fór hann yfir þessa fintu með öllum Akureyringum sem að vildu læra þetta. Stóð þessi allir með príði. Það gal opnast vörnin hérna. Það er einhverju samskipta örðuleikar hana. Sá ekki alveg hvað gerðist en Myndi og Krissi virtust vera einn og sami maður en þeir voru svo nálægt hvor öðrum. Var þetta ekki Jóhann sem að flög hann í gegn? Jó. Þetta er vel sótt vítakast. Já, það er vel spila hana. Það er svo að koma betra flæði í sóknina og erum að fá opnari og betri færi. Við loksins að fá okkar fyrsta vítakast eftir 28 mínúna leik. Já, komið tími á. Rósin mætt á punktinn. Hann skilar honum í slána og FH ná frákasti. FH tekur leikhlé þegar það er 1 mínúta og 9 sekúndur til hálfleiks. Óðinn hefur verið atkvæðamestur FH megin, hann er með 5 mörk og eftir honum fylgja Jóhann Karl, Einar Rafn og Jóhann Birgir. Og hjá liði Akureyrar Patrikur og Róbert Sigurðarsson sem draga vagninn með 4 mörk hvor. Það er rosalega gott fyrir Akureyringa að ná að standa þessa vörn og skila einu í raman undir lokinn. Bara ein með 2 mörk er allt annað en 3. Já, ég held líka að FH byrji með boltan í seinni. Já, það er rétt hjá þér. Þannig að það verður erfitt að lenda strax 4 undir í strax í byrjun seinni hálfleiks. Já, það er orðin frekar stór munu til að vera elta. Já. Þar erum við búin að vera að elta núna framan af eftir fyrstu 10 mínútur leiksins. Já. Þá tóku FH forystuna og hafa haldið henni örugglega síðan þá. Já, og lítið ekkert út fyrir að ætla að sleppa henni auðvitað. Nei. Og það er línan enn og aftur sem er opinn.
Leikmaður nr. 2 sem skorar. Ágúst. Akureyri hafa núna hálfa mínútu til að gera eitthvað úr þessari síðustu sókn væntanlega. Patrekur er heppinn. Já, vá. Að það skildi vera flautað á þetta. 15 sekúndur eftir. Arnór, Patrekur sækir í gegn, hann skilar þessu inn. Vel gert. Þeir vilja endurtaka miðjuna, leiktíminn rennur út. 17-14 í hálfleik, F-fangum við vil. Við komum aftur seinni.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm always walking too fast, and everything is coming down on me, I go crazy, oh so crazy, living on my own. I don't have no time for the monkey business. I get so lonely, 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 yeah. Got to be some good times ahead. Sometimes I feel nobody gives me no warning. Find my head is always up in the clouds in a dream world. It's not easy living on my own, my own, my own. I don't have no time for the monkey business. I get so lonely, 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 yeah. Got to be some good times ahead. Er búblan dott? Ég veit það ekki. Senda á hann? Já.
Það var Ígor komin í horni. Tjekka á honum. Já, við erum komin í gang aftur. Já, Ígor komin í horni fyrir Andra Snæ. Svo volega. Lítið að frétta. Já, þetta já. Orðan svoleiðis. Hver var með markið fyrsta? Hver var með fyrsta markið á FH? Seinna áleik. Myndi upp. Já, skorar. Minde! Gott mark á Minde. Glæsilegur Minde að taka ábyrgð aftur hérna. Já, hann búinn að stimpla sig núna svona seinni part fyrir áleiks. Og byrjun á seinni. Hann verður að halda þessu áfram og skila af sér fleiri núna. Já. Það virðist vera komin þurr hjá restinni. Og enn og aftur endar hann inn á línunni. Þetta ótrúlegt, þetta er svo tæpar sendingar að hann bara, það skilur ekki hvernig það fer í gegn. Þeir virðast vera að nýta sér það alveg til fullnustu hversu óhávaxið Akureyrarliðið er. Já. Að það er ein af ástæðunum fyrir því að þessi boltar er að rata í hendunar á honum. Þannig að Ágúst er náttúrulega tröllvaxinn maður. Ég held að ég hafi ekki séð eina línusendingu í gólfið hjá FH í dag. Það er rétt. Arnór Patríkur í horni. Arnór sækir á. Arnar Freyr næri boltan, sendir fram Óðinn. Og sjálfsögur Óðinn mættur. Hann skilar honum undir Tómas. Já. Þessi sóknarmistök eru svo dýr á móti mönnum eins og Óðinni. Arnór í gegn. Þannig að Arnór í gegn. Fiskar fullan dóm, 2 mínútur og víti. Glæsilega gert hjá honum. Já, mjög vel gert hjá Arnari, góður kraftur í þessu. Hann Jóhann Karl bara að fjúka út af. Þá fer Ígor á punktinn. Þetta er fyrsta víti sem hann tekur í vetur eða ekki? Já. Hann er að fara að skora. Hann skilar honum í gegnum markmanninn, myndi ég orða það. Hann hamrar honum bara inn. Það er ekki að vera flóki. Ígor kominn á blað. Fyrsta mark sitt úr víti. Það er vonandi að þetta kveikja aðeins í Akureyringunum. Við verðum að fara að bæta fleiri stigum á þessa töflu. FH-ingarnir eru að detta óþægilega langt fram úr. Hér kemur Tómas með góða vörslu. Reyndi að grípa hann með andlitinu. Enginn í markinu, strákar mínir. Þetta er orðið ótrúlega þvinguð sókn eða hraðablöð, en við skilum honum inn það sem skiptir máli. Það er það sem skiptir máli. Róbert með sitt 5. mark í leiknum. Varnarmaður á upplagi. Ótrúlega barátt af hana hjá Daða í vörninni. Hann byrjaði á því að skila línumanninum af sér, þannig að heldur hann allan tíma fyrir fram að sig og tekur síðan við manninum sem kemur í árásina. Já, góð vörn í Akureyringu núna. Friðrik lætur ekki bíða eftir sér heldur. Nei. Höndi komin upp, kemur skot í klofið.
Þetta er yfir hnetun á Róberti. Róbert geysist á, losar agalega illa. Tapar boltanum. Kasta boltanum meira bara svona í blindni út í horn. Það er erfitt að treysta þessu sendingu þegar maður er á svona miklu hraða upp völlinn. Það var hann Gísli sem var með síðasta mark F-Boinga. Sóknarmistök að fá megin. Arnór er farinn að leysa hérna miðjuna á meðan Patrik er í aðhlýningu hjá Mumma sjúkraþjálfara. Róbert afgreiði á skyttun á meðan. Akureyringar hafa einn ungan leikmann, hann Sigþór Gunnar á bekknum sem að getur leyst skyttustöðuna. Já, það er gaman að sjá hann fá 1 eða 2 sóknir. Já, það er gaman að sjá hann koma aðeins inn. Skemmtilegt hvernig Arnór sótti hann á og tókst að slá varnarmanni niður. Þetta eru 2 mínútur. Ef þeir fara ekki í rassvasann við þetta brot. Þetta er nákvæmlega sama brot og við sjáum hérna í leik Stjörnunnar og IBVF, þar sem að rauða spjaldin fékk að líta dagsins ljós og þetta er rautt spjald. Það var meira sér blátt spjald og loft þar. Já, mér sýnist þeir ekki að ætla að setja bláa spjaldi með. Nei. Arnór er staðinn upp, hann sleppur vel. En þetta er á öllum líkindum hárréttur dómur. Já. Hann er að stíga hann út úr vörninni eingöngu til að brjóta illa á manninum. Hann er ekki að fara bara í líkamann á honum til að reyna að stoppa hann. Þó svo þetta sé óvart, þá bara því miður fyrir hann. Hann hamrar hann allt hjá honum og... Já. Þetta gæti reynst F-fóðungum dýrt. Já, hann er búinn að vera mjög drjúgur í sókninni hjá þeim. Ágúst. Ágúst er með 3 mörk inn á línunni og sömuleiðis er hann klettur hana í vörninni. Já. Þá sýnir mér, já, Ísak Rapsson samt er að hitta upp. Ekki er það minni maður í vörnina. Nei. Þannig að Ágúst lýkur í leik eftir 39 mínútur. Staðan er 17-22 fyrir F-fóðingum. Akureyri aðeins einungis skora 2 mörk á síðustu 9 mínútum. Við ljótum að nýta þessa yfirtölu ágætlega. Hér kemur klippingin yfir. Hann fer í gegn, hann lætur verja frá sér. Frikki hirðir þetta á harðfylgni. Hárréttur dómur. Arnór Þóri létur verja hana vel frá sér. Já, dauðafæri. Það er hann Birkir Fannar Bragason sem er kominn í ramma F-fóðinga þessa mundir. Virkilega góð varsla hjá honum. Já, það var mjög varði. Við hefum eiginlega þurft að fá þetta mark til þess að nýta yfirtöluna sem best. Hér sama kerfið, Ígor með hann. Höndi kominn upp. Nú verður eitthvað að gerast. Hann riðst í gegn og setur hann núna. Glæsilegur. Alveg eins og hann, nema núna skóra hann. Vel gert. Þetta er það sem að ég myndi vilja sjá aðeins meira. Bara menn beittar í á sinn mann. Já. Kláran, maður og mann, fær í gegn.
Algjörlega. Friðrik reyndi þannig að fiska ruðning á Óðinn. Ekki eitthvað betur en svo. Góð vörn hjá Róbert, ég trú ekki að hann dæmi 2 mínútur á þetta, getur ekki verið. Hann lætur sig falla við fyrstu tilfinningu fyrir snertingu frá Róberti. Alltaf gaman að sjá þegar þeir láta ekki leiða sig í þessa grifju dómararni. Já, mjög vel gert hjá dómarunum. Hann sjá þetta. Þetta er ótrúlega vel gert hjá honum. Já, þetta er einn mínus við að vera með mann sem er lítill í hjartavarnarina. Meiri segja þó að hann sé mættur hana. Línan hjá vörninni er nánast upp á puntalínu á þessum tímapunkti. En hann nær bara einfallega að lyfta sér yfir þetta. Já. F-fangar aftur honni 6 í vörninni. Róbert fær hvíldina núna sóknarlega og Patrik er komin aftur í skyttuna. Arnór heldur miðjunni. Miklu meira líf komið í þetta eftir að Arnór tók við miðjunni. Beinskeyttari árásir. Því miður. Við náum einhvern veginn að halda boltanum. Já. Höndi kemur strax upp. Engin þolinmæði fyrir þessu hjá dómarunum. Nú þarf að fara að koma skot. Patrik lappa bara í gegn. Þetta var mjög sérstakt. Fær að fara þetta. Hann driplaði boltanum á meðan hann var að láta rífa í sig og klára þetta bara fyrst að ekkert flaut heyrist. Já. Skólabókardæmi það halda alltaf áfram og þegar dómarinn hlutar. Hárrétt. Nú er komið líf í stúkuna, húsið er komið með heimamönnum. Góðvörnana, Arnar kominn í marki og hirðir fyrsta boltan. Friðrik ekki endilega maður sem við viljum að endi með bolta í ákvörðun í seinni bylgju. Nei. Hann gerði vel og stoppaði. Já, skynsamur drengurinn. Og hann hefði eflaust viljað hlaupa upp alla völlin og hamra á marki. Eins og honum einu með lagið og hann hefur sín. Já. En þetta er tímapunktur sem við viljum vera öruggari á. Þetta ætti að vera 2 mínúna brot. Þetta einfallega má ekki í handbolta. Arnór fer hérna í síunda hreyfingu. Patrik sækir á, losar, myndi í vandræðum. Reyndi að losa snyrtilega niður í horni. Vissi að hann væri komið aukakasti. Sjálfsögðu að reyna. Já. Það kemur hendinu upp. Það er varla heldur búið að klikka núna í seinni hálfleik að við spilum þar til höndin komið upp. Já. Það nánast er undantekningarlaust. Það getur verið rétt hjá þér. Já, Akureyringar er eina sendingu eftir. Það er 1 sending. Nú væri ég til í að sjá bara eitt undirhendaskott frá Arnóri. Hann er þekktur fyrir það upp úr yngri flokkum og hömrum, öðrum flokk. Við erum með bylmingsskot. Brynjar við henn að logja ykkur, það hefur verið töluvert meir en 1 sending eftir. Hér tapar Patrik boltanum klaufalega, nær ekki að grípa sendinguna. Þeir æðu völlin og skilunum inn. Arnar átti engar varnir við þessu. Það var leikmaður númer 11, Jóhann Karl, sem að skilaði þessu inn. Sverri ákveður að taka leikli og ræða þess við sína menn í stöðunni 24-19.
Í seinni hálfleik þá er Gísli Þorgeir komið 3 mörk fyrir FH-inga. Þeir Ágúst, Óðinn, Jóhann eru allir konir með 1 og Akureyrarmegin eru þeir Patrikur, Ígor, Arnór, Róbert og Myndi allir með 1 mark. Komst eftir góða búið? Komst eftir góða búið að leika? Sverri hefur væntanlega gefið þeim einhver ný verkfæri núna til að vinna með. Sissi, nafnið minn, er kominn í skyttuna. Þetta þykir okkur Brynjari gaman að sjá. Já, hann eflaust eftir að koma með nýtt lið inn í sókn. Hann kom inn í leik Akureyrar og Aftureldingar. Átti þær mjög fína leik, 1 ef ekki 2 mörk. Já, flott innkoma hjá hann þar. Það myndi með veikt undirhandaskot sem að hann ver reyndar vel út við stöng. Krissi Rós nær frákast þegar Harfylgni en lætur verja frá sér. Ígor er nú kominn á veiðana, það er nýtt upplegg í vörninni. Þeir gerðu þetta líka í síðasta leik á móti FH-ingum. Þá fóru þeir að skyggja á hægri vænginn. Það reyndist vel, sjáum hvað gerist núna. Þetta er hárrétt, maður er kominn á skrefinn. Ígor virðist vera með það verkefni að eiga að klippa Einar gjörsamlega út úr spilinu. Já, hann getur verið alveg óþolandi þarna fyrir framann. Já, ótrúlega snöggur og kvikur leikmaður. Daði, ótrúlega flottur. Flauta kannski full snemma. Það er rétt og hann sleppur við 2 mínúturnar þó að dómarinn bendi á að hann hafi tekið vel í treyjuna. Já. Hann á örugglega ekki langt eftir ef hann heldur þessu áfram. Þetta myndi kallast leikleysa miðað við línuna sem þeir hafa sett Akureyrarmegin þegar Akureyrar eru sókn. Að FH fá ótrúlega langan tíma til að vera að stilla upp sínu sóknarleik miðað við það sem er í gangi hinum megin. Sýnist hann að dotti úr skónum, Jóhann. Eða hvort hann hafi bara rifnað, ég veit það ekki. Já, hællin hefur farið af, trúlega. Óðinn fer inn, hann setur stöngin út, mjög þröngt færi, vel unni hjá vörninni. Nú komum við á, virðumst alltaf að reyna að hleypa aðeins hrað upp í þetta. Myndi inn, Krissi. Sissi kemur á, losar á Patrik. Það er ólögleg blokkering á Friðrikinn á línunni. Hann er mjög hissa, kallar peysutóið enn og aftur. Er brjálaður við dómarann. Skiljanlega, mér finnst þetta rétt hjá Frika. Það er að rífa í treyjuna á honum endalaust og... Já, hann hlýtur að eiga einhvern réttana inn á þessari blessuðu línu. Það getur ekki verið að megin tukta hann svona til. Já, manni sýnist nú ekki samt. Daði líka mættur út. Arnar frábær varsla. Róbert fer á stað. Daði kom inn í skyttustöðuna. Þeir halda áfram. Róbert lætur negla sig. Hann verður að losa boltan. Halda þessu gangandi. Nú eftir leiklið á Sverri þá er leikurinn í járnum þrátt fyrir að staðan sé á 5 marka munur en hann er búinn að haldast. Nú þurfa Akureyringar aðeins að spýta í. Já, núna verður það að vera að fá mörk.
Þannig kemur Sissi fljótur að dæma, meinar að skrefin séu búinn. Gott að berga sér út með skrifunum. Já. Stillir aftur upp Patrikur, hérna kemur Júki. Dreigir fyrir Sissa, kemur á, losar. Það er þetta ekki svo langt inn í teig hann að varnarmaðurinn hjá FH. Já, ef að Krissi hefði gripið boltan, hann geta náð í vítakast. Já. Patrikur kemur á. Losar á fyrir, þetta eru 2 mínútur, hann er dreginn hérna niður. Þetta er samt held ég fyrsta línusetningi sem að Frikki fær í leiknum. Það er trúlega rétt hjá þér. Hún kemur eftir Leikmaður númer, kemur eftir 47 mínútur. leikmaður númer 19, hann Jón Bjarni, hann líka hefði búinn að spila hérna 2 varnir og sóknir og kom með 2 mínútur líkt og hann Halldór Ingi gerði í fyrri hálfleik. Já. Og FH-ingar vilja halda þið fram að Friðrik hafi verið að beita olbúum en hann fikk dæmt á það rétt á hann svo að dómarar hljóta að vera að fylgjast með þessu. Já. Sjáum hvað við gerum, Sigþór kominn á miðjuna. Keyra yfirtölukerfi hérna, hann fer í flens. Drefur fyrir Patrik, kemur á, klippir, Sissi kemur í valið. Höldum áfram, Myndi sækir, Hallgrímur vel varið. Já, mjög vel varið, kominn niður en er að teygja sig upp í boltan. Hann er með Friðrik gal opinn hérna á línunni hjá sér. Já. Við óskum kannski eftir örlitlu meiri línuspili. Já, mér finnst líka vanta bara í fyrstu árás. Ég er sammála, þeir eru búin að draga vel yfir á hægri vænginn, klippingin kemur. FH, þetta er svo öll, þeir náðu að þjappa svo langt inn á miðju. Já. Og minnka plássi gríðarlega. Ígor heppinn þarna, sleppur Enginn í markinu. Þeir vilja ekki nýta sér að Daði fyrir inn úr horni. Hann lætur verja frá sér. Krissi, heyrðu þér þetta? Fyrir gegn, setur hann glæsilegur. Já, rúma 10 mínútur eftir 4 mörk. Þetta virðist allt verið að koma. Við brutum þennan múr sem var búinn að vera í gangi undanfarna síðastliðna örugglega 5 mínútur. Já. Ekkert mark. Akureyri með fyrsta marki. Hann bregður á hann leik að taka leiklega hann Halldór. Með þess þetta rétt ákvörðun, já, að byrja að koma svona meðbyr með Akureyringum. Já, þetta er Húsið var komið með og stoppa þetta. Hann Birkir fann hann Braðarsson og við þess að vera að reynast Akureyringum illa. Kemur hérna inn fljótlega í seinni hálfleik og fer á vítabúndin. Ígor setur hann reyndar í gegnum hann en eftir það er hann búinn að vera á eldi. Já. Hann er örugglega komið með einhverja 5-6 bolta. Já, hann er búinn að vera frábær núna í seinni hálfleik fyrir FH. Ekki það, mér finnst Ágúst nú vera alveg ágættur í fyrri hálfleiknum. Ágúst var mjög stabíl myndi ég segja í fyrri hálfleiknum. Þeir fengu ekki á sig nema hvað 14 mörk. Já. Sem er nú kannski svona í hærri kanti í hálfleik en Já. þau hefðu nú verið fleiri ef Ágúst hefði ekki verið hana fyrir aftan. Nokkuð augljóslega kannski. Markaskorun búinn að dreifast ótrúlega vel milli Akureyringa í seinni hálfleik. Það eru 6 leikmenn sem eru að skila þessum 6 mörkum. Það er bara jákvætt. Mjög jákvætt. En þau þurfa hins vegar að vera aðeins fleiri ef við ætlum að ná sigur úr þessum leik. Já. Núna það bara fara allt í botn og núna var hvert sókn og vörn að telja. Gríðarlega mikið. Síðustu 10 mínútur. Við erum líka búin að vera að nýta illa að keyra í baki á þeim. Það er núna allavega tvisvar sem við höfum getað skotið og aukt markið. Já. Við hefum ekki, og enn og aftur er hann að henda hálsinum á sér aftur á bak. Hann hlýtur að fara að fá tiltal fyrir þetta. Já. Þetta er alveg óþolandi. Arnar yndislegur þannig á milli stangana. Eins og við orðum á góðri íslensku þá átan hann þarna í horninu. Já. Gríðarlega vel varið. Bjössi Slangar læri það trúlega upp í stúku. Brosið sínum breiðasta þegar hann sér þetta. Já.
Tennisboltarnir að skila sér. Jæja, Garðar kominn núna í hornið. Krissi búinn að taka sér skiptustöðuna, Myndi kominn í smá anda á bekknum. Já, Myndi hefur ekki náð að halda út seinni hálfleikinn eins og við vildum. Nei, alls ekki. Patrekur keyrir í gegn, fær í víti. Gríðarlega vel gert. Þetta kallað að sækja vítið. Óðinn óheppinn að standa hann inn í teig, hann hefði vel getað sótt hennar ruðning. Já, en þegar maður inn í teig þá það vítakast, þetta vel gert hjá Patrek. Já. Ígor fyrir aftur á punktinn. Hvað ætli Birkir Fannar geri? Það þægilegt víti. Skýtur á fyrsta tempói. Akureyringar ætla að halda áfram að skyggja hérna á hægri vænginn. Sem svo sem vel skiljanlegt það sem að megnið á mörku þeirra að koma þaðan eða inn af línu. Nú komið alveg. Þetta varið. Það rosalega mikið pláss núna á Akureyravörninni. Þeir eiginlega bara heppnir. Það rétt, en þeir snöggir á fótunum í menninni sem að spila þessar 3 stöður í kjarnanum. Já. Daði, Róbert og Krissi. Þetta lína, það rétt, dómarinn tekur eftir í keiðinu upp, ekki. Þetta var vel gert, vel afgreitt. Arþór rífur alla í húsinu með sér með þessu marki. Ótrúlega mikilvægt. Arþór að skila sínu fyrsta marki og það orðið 7 leikmaður Akureyringa núna í seinni hálfleik til að skora. Nú alvöru stemming komin hérna. Þetta alltaf það sama hérna. Þetta ekki réttur dómur. Það þori ég rána að sverja að þetta geti ekki mögulega verið réttur dómur. Nei, það sem að Krissi fylgir honum, hvað finnst þér? Hann stóð bara. Þetta glórulaust eins og Stálmúsi myndi orða það. Já. Arnar að fara að hirða hann á bolta. Hann étur þennan bolta. Á sig að sjálfsögðu svona 5 sekúndur að taka vítir sín eins og venjulega en kemst alltaf upp með það. Arnar pakkar þessu. Þvílíkur drengur. Heldur mómentin áfram. Mikilvæg varsla. Húsi komið aftur í gang. Þeir aftur að vinna hérna með mjög mikið pláss á vinstri vængnum. Róbert missir af honum. Þetta vill gerast. Þetta bara sens við verðum að taka. Það allt í lagi að þetta gerist í 1 af hverjum 4 skiptum. Já. Eins og þeir eru búin að ná að standa þetta núna, en hins vegar þetta mjög orkusjúandi vörn. Já, þetta lítur líka illa út þegar þetta gerist. Já, en það eitthvað sem þeir ættu ekki að vera að velta sér upp úr. Nú ætla þeir að senda hann Gísla Þorgeir út á að skipta treyju. Nú Akureyringar búin að rífa því í gang og það jafnt í seinni hálfleik 8-8 en þeir leiða enn með 3 mörkum F-fóðingar. Sissi Nanni rífur sig upp og setur hann. Vel gert. Það nú tilbaka niður. Markmaður ná ekki séns í þetta. Mjög vel afgreitt. 8. leikmaður Akureyrar á skýrslu núna í seinni hálfleik. Komin í 2 mörk, við þurfum þessa vörn. 6 mínútur rúmar eftir. Þetta bara skref leikleysa bolti. Daði að sjálfsögðu hendi sér á hann.
Það er ótrúlega gaman að sjá þessu uppöldu Akureyringa koma og stíga sín fyrstu skrefin á gólfinu. Daði og Sissi. Gjörsamlega gera allt til þess að fá sigurinn út. Þetta er æðislegt. Daði svo jaxlan í vörninni, Sissi stígur upp sóknarlega. Akureyringa geta minkað í 1 mark. Það er sama hreyfing Krissi. Patrik Guður eftir vítakast. Ótrúlega vel sótt enn og aftur. Þetta er líka rétt. Hann setur henni í teig. Þetta er hárréttur dómur. Ágúst ætlar að koma aftur inn á völlin fyrir hann Birki Fannar. Strákarnir í Akureyri virðast vera búin að átta sig á Birki og hann er að skila honum inn. Á spurning hvað Ágúst gerir í rammanum núna. Skemmtilegt hérna Ígor færi sig mjög utalega eða lætur verja frá sér. Ásbjörn er komin inn á í sóknina. Hann var greinilega að fara að klára þetta fyrir FH. Ási, já, þeir... Kemur Jóhann á, það er línan. Þetta eru rosalega miklar 2 mínútur á Daða. Því miður er þetta alveg kórréttur dómur. Þetta er rautt spjald. Hann er allt of seinn að ætla að fara að ná þessum bolta, endar bara aftan á hnakkanum á sóknarmanninum. Full æstur hana. Já, en hann getur gengið þó nokkuð sáttur frá þessum leik. Það er spurning hver kemur og fyllir þetta skarð í vörninni, hvort að það er bara stór og góð spurning, við fáum að sjá það núna í næstu vörn. Já, allir Frikki kom ekki inn eða það bara myndi. Við erum með 2 skiptingar. Koma strákar. Þið þvingu sókn. Patrik skorar. skorar. Gert hjá Patrik. Og Ígor stelur boltanum. Ígor keyrir upp völlin, hann klárar, hann lítur að klára. Það er ótrúlega vel gert. Glæsilega Og hann gert. nær í 2 mínútur með þessu marki. Höllin aldeilis komin í gang með þessu marki frá Ígor. Fáránlega vel gert. Minkar er í 1 mark. 3,5 mínútur eftir. Þar að auki vorum við manni færri á vellinu þegar hann gerir þetta. FH-ingar ætla að spila markmannslausir með aukamenn í sókninni. Halldór kemur inn. Nú er þið ótrúlega sætt ef Akureyringar myndu nýta sér að það væri ekki markmaður. En til þess þurfa þær að byrja á að klára þessa vörn. Róbert keyrir á. Þetta er mjög vel afgreidd vörn. Styttist í mannin hjá Akureyringum. 3 sekúndur. Þetta var svona típist hnoð, þangað til einhver er stillt upp. Nú þarf einhver að stígu upp, ná í markið.
Sissi, þetta er aftan í. Þetta er bara aftan í. Halló. Það vantar aðeins meiri kraftana í Sissa til þess að sækja þessar 2 mínútur. Já. Höndi komin upp. Nú er að þora. Losa hann. Hanna! Já, vel gert. Glæsilegt skot hjá Krissa. Krissi minkar hér aftur stöðuna í 1 mark. Ásbjörn í gegn, setur í stöng. Akureyringar geta Róbert jafnað. upp. Áfram. Þeir reyna hér. Hann verður að halda þessari pressu. Arthur Gylfi var hann að dauða frýrinn á línunni í góða 5 sekúndur. Akureyringar spila með 2 línumenn. Og Akureyri tekur leikhlé. 48 sekúndur eftir að þessum leik. FH-ingar leiða með 1 marki, 27-26. Akureyringar eru búin að vera að elta allan hálfleikinn. Nú er loksins búin að koma þessu niður í 1 mark síðustu mínútunar. Það væri mjög vel að jafna núna. Það er því rosalega gott. Þannig með við þróun leiksins þá eigum við góðan séns í framlengdum leik. Já. Akureyringar eru bara búin að vera betur núna síðar í part seinni hálfleiks. Það er rétt. Birkir er aftur kominn í ramman. Ígor tekur miðjuhlutverkið. Patrekur í skyttunni, Krissi í hægri skyttunni. Sissi og Garðar verður með hornin. Og Arthur Gylfi er inn á línunni. Fyrir þessa síðustu sókn. Hann verður að losa inn á línu. Fljótur upp. Það verður að drífa sig. 25 sekúndur eftir. Upphaflegt skipulag virkaði ekki. Sjáum hvað eru með í bakhöndinni. Sissi, Krissi. Hann losar á Patrek, hann fer á. Nú verða þær að drífa sig 8 sekúndur. Það er sett á Patrek. Það er í hávörnina. Arnar, Sissi. Leik lokið. Já, FH-ingar vinna þetta meinu. Kannski sanngjarnt bara. Já, heildilega lítið held ég þetta sé sanngjarnt. Akureyri vinnur seinni hálfleikinn hvað 12-10. En eitthvað sé mjög flottur leikur í Akureyringum. Ótrúlega drengilega barist hjá þeim. Það verður ekki tekið að þeir voru að gefa allt sem þeir áttu í þetta. Já. Ég held að við þökkum bara fyrir okkur í bili. Já, þangað til seinna.